Jæja, þá erum við komin aftur og ætlum að ræða markaðsmál minni fyrirtækja og í dag ætlum við að leggja áherslu á þetta skiptið á svona það sem við kallum hefðbundna miðla sem eru sjónvarp og útvarp og slíkt og annað í þeim dúr og til þess að ræða það erum við búin að fá okkur Ívar Gestsson, fá til okkar Ívar Gestsson, velkomin. Takk fyrir. Frá Birtingahúsinu. Já. Kannski ef að þú byrjar á að segja okkur aðeins svona frá þér, hver Ívar er? Já, ég giftur, 42 ára gamall miðaldra plebbi úr Kópavoginum. Já, frábært. Jákvætt. Og búinn að vera þar bara, svona nánast borinn og barnfæddur, bliki. Já, vel gert. Og ég elstur í Kópavoginum og svo fer ég í Versló. Tek svo viðskiptafræðina. BS í viðskiptafræði með svona áherslu á markaðsfræði. Flytt í kjölfarið til Neskaupstaðar með konunni minni. Við ákváðum að reyna að safna okkur fyrir íbúð á sínum tíma. Kem svo aftur í bæinn, þetta 2004, kem í bæinn 2005 og hef þá störf hjá Birtingahúsinu. Okay. Og sem birtingaráðgjafi. Hef unnið þar síðan. Já, okay. Er orðinn aðstofaframkvæmdastjóri þar. Þannig að ég búinn að vera ansi lengi í þessum bransa. Já, akkurat. Vinna með mjög mörgum fyrirtækjum. Kannski bara svona í upphafi og útskýra fyrir okkur starfsemi hvað Birtingahús almennt, þá Birtingahúsið heitir það, en Birtingahús almennt og birtingaráðgjafi, í hverju felst starfið? Sko það var svolítið fyndið þegar ég byrjaði að vinna og ég var að segja fólki hvar ég var að vinna og þá, ég vinn hjá Birtingahúsinu, einmitt, Birtingi, þið gefið út mannlíf og Nei, Birtingahúsið heitir það, ertu stefnuvottur þá? Já, akkurat. Þannig að vitneskjan Birtingahús Birtingar var ekkert rosalega mikil og ég man til dæmis ekki eftir hafa fengið nokkra einustu kennslu um þetta þegar ég var í BS-num í markaðsfræði. Sem mjög skrítið þar sem að 70-80% af budgeti fyrirtæki fyrir þessar birtingar sjálfar. Þannig að gríðarlegt hagsmunamál að ræða að þetta sé vel gert. Við sem sagt kaupum allar, þessar birtingahús á Íslandi, þau kaupa allar þær kannanir sem eru gerðar á fjölmiðlamarkaði á Íslandi. Til þess að með að kalla þessi birtingahús þá verður að gera þetta. Og við krönsum þetta niður og sjáum þar að leiðandi hvar er best að ná í þann hóp sem þú vilt ná gegnum hvaða miðla, gegnum hvaða channela og þess áttar og þannig reynum við að besta það fjármagn sem við höfum á milli handana. Þannig að við erum að nýta fjármagnu vel, þannig að við séum að ná í þann hóp sem fyrirtækin vilja ná í. Og borga sem minnst fyrir það og vera ekki að skjóta eitthvað út í loftið og borga pening til að ná í fólk sem hefur engan áhuga á vörunni. Já, akkurat. Frábær punktur. Við erum kannski að hugsa að reyna að hjálpa fyrirtækjum sem eru ólíklegri til þess að fara í þjónustu hjá birtingahúsum, heldur vilja að þau bara út á stærðargráðu, vilja gera þetta svolítið sjálf, þannig að og kannski einhverjir hissa að við séum að fá einhvern frá stóru birtingahúsi, en þetta er samt sama, hugsunin og reglan sem að gengur hvað sem þú ert að birta fyrir 100.000 ári eða 100 milljónir. Já. Er það ekki? Jú, engin spurning. Já, þannig að það er bara sama. Þú vilt reyna að nýta fjármagnið sem allra best, Já, akkurat. Ef að við byrjum svona kannski á því að fara bara yfir eins og ég talaði kannski úrelt orðin sagði upp að við hefðbundni miðlar eða svona hvaða miðlar er þetta sem að þú ert að vinna með? Sko við vinnum svona sem birtingaráðgjafar þá vinnum við með alla miðla en svo erum við innan birtingahúsins eru þá kannski svokölluð netdeild sem sér þá Facebook og leitarorðaherferðir og slíkt en við vinnum alltaf mjög náið með þeim af því að við erum að kaupa á innlendum miðlum líka en þessir hefðbundu miðlar eru í rauninni sjónvarp, blöð, útvarp, útiskilti og bíó og þess að en auðvitað koma netmiðlar þarna inn í þannig að við reynum bara að horfa svolítið heildrænt á þetta og það er rosalega erfitt og sérstaklega í dag að ætla sér að hanga á okkur einni gerða miðli eða jafnvel bara einu miðli. Já. Þetta var þegar ég byrjaði, þá var
miklu auðveldara að ná í stóran hluta þjóðarinnar bara í gegnum eina heilsíðu eða jafnvel bara minni auglýsingu í Fréttablaðinu sem náði á tímabili bara í 70% þjóðarinnar sko. Þannig en nú lestur á blöðum búin að falla en það samt ekkert og mér leiðist þegar fólk segir að það lesi engin blöð eða neitt svoleiðis. Þetta ekki svart og hvítt sko. Nei. Þannig en það bara við þurfum að nota fleiri channela til þess að ná í fólk heldur en við þurftum. Og þar held ég að birtingahús komum bara mjög sterk inn sko. Að aðstoða fyrirtæki að ná í hópinn sem það vil ná í. Og það sem að kemur svolítið óvart og hefur komið mér rosalega óvart en þetta í dag að allt og mörg fyrirtæki eru ekki með markhópinn sem hreinu. Nei, akkurat. Og ef við fáum ekki réttan markhóp í hendurnar, þá eigum við mjög erfitt með að setja auglýsingarnar fyrir þá aðalega sem þeir vilja ná í. Þarna komum við kannski að bara fyrsta skrefinu ef að ég með lítið fyrirtæki og vill fara að gera mig grein fyrir því, jafnvel að það sem mínir hagsmunir að birtast á fleiri stöðum. Ég kannski gera góða hluti á samfélagsmiðlum eða leitavélum, en ég vil bæta hans við mig eða byrja á hinum endanum. Þá það einmitt þetta, væntanlega fyrsta skrefið, að vita fyrir hverja ég að fara að birta. Hver minn markhópur? Það ekki það fyrsta sem ég að gera mig grein fyrir? Það það fyrsta sem þú að gera grein fyrir. Í hverju viltu ná? Hver þinn hópur? Hver hefur áhuga þeirri vöru eða þjónustu sem þú upp á að bjóða? Og það allt og algengt að það sé ekki klárt sko. Þetta bara það sem og í kjölfarið af þessu að vita svo hversu miklu fé þú mátt verja í auglýsingar. Af því að það ekki sama hvort þú ert að selja eitthvað sem kostar 2.000 krónur eða 2 milljónir. Hvað þú vilt verja miklu? Og við sko hjá birtingarhúsinu höfum unnið út frá svona recency-kenningum sko. Það að segja að við erum að reyna að ná í sem stærstan hluta af þeim markhóp sem þú ert að ná í einu sinni innan ákveðins tímabil, segjum bara viku, áður en við förum að ná í hann aftur. Af því að við vinnum svolítið út af því að fólk sér auglýsinguna þegar það á markaði. Við þurfum ekki að segja einhverjum að kaupa vöruna, við þurfum ekki að segja það 5 sinnum. Ef við náum að segja það 2 svar pluss innan vikunar eða innan þessa tímabils, að þá hann að fara að kaupa vöruna ef hann ætlar á annað borð, annars hann ekkert að fara að gera það. Það alveg sama þó við birtum auglýsinguna 5 sinnum fyrir hann. Hann ekkert að fara að kaupa vöruna sko. Nei, akkurat. Þannig við reynum að ná í sem stærstan hluta af hópnum einu sinni áður en við förum að ná við aftur sko. Já. Þannig að ef ég með lítið fyrirtæki að þá kannski að ef ég vel miðli minn rétt segjum að við séum bifreiðarverkstæði á Selfossi, þá getur vel verið að dagskrán á Selfossi held ég að heiti, að það sé rétti staðurinn að birta þar þá kannski bara 2-3 eða eitthvað eða jafnvel bara einu sinni eða eitthvað. Já, sko, svo náttúrulega líka eins og að þú talar um Selfoss, þar dagskráin á Selfossi og svo það Útvarp Suðurland og þar með þessum 2 miðlum ættir þú að vera svona að ná í þennan þetta core markassvæði þitt sko. Ef þú ert afmarkaður á þessum stað sko. Já, akkurat. Og það getur þá passað að vera með einhver svona skilaboð sem að tengjast þessu þá líka á samfélagsmiðlum. Engin spurning sko. Og þetta að því að þetta vinnur allt saman sko. Já, en ef við tökum brjótum niður bara einn og einn miðl, sjónvarp á Íslandi fyrir lítil fyrirtæki, það bara út myndinni eða? Alls ekki. Nei. Það svolítið fyndið að og það alveg auðveldur gluggi þannig sé fyrir lítil fyrirtæki að koma sér inn í stóra viðburði. RÚV sérstaklega selur til dæmis skjáauglýsingar inn í mjög stóra viðburði eins og Eurovision eða landsleiki í knattspyrnu og annað. Þá eru lítil fyrirtæki, þú þarft ekki að vera einhver risastór viðskiptavinur hjá RÚV per se til þess að ná góðum verðum þar. Það bara, þeir að selja eftir ákveðin GRP verðskrá sem þýðir að það bara, þú ert bara að borga fyrir það áreiti sem þú nærð og það lítil fyrirtæki, bílalega, badda eða eitthvað, alveg með sömu verð og stóru fyrirtækin inn í þessa svona einstaka stóra viðburði sko. Þannig að það alveg, þetta alls ekkert ókeypis sko, en ef maður pælir í sko
þú ert að ná í ofboðslega stóra púlju með einni birtingu þar sko. Já, akkurat. Þannig að það getur vel verið að þú reiknar að niður á snertiverð að það sé hagkvæmt að fara inn í eitt svona stóra miðil og viðburð, borga kannski svolítið vel fyrir það, en þú ert að ná í mjög stóran hluta af hópnuðinum með þessari einu birtingu. Já. Þannig að snertiverðið fyrir ekki þá bara hagstætt. Já. Það er kannski líka bara mikilvægt að vera þá með, hvað var að segja, svona eitthvað plan þegar að auglýsingin fyrir í gang, hvort sem að það sé vefsíða eða samfélagsmiðlar eða bara búðin á staðnum að geta tekið á móti þessu. Engin spurning. Já, og manna síman eða tölvupósta eða hvað sem það er. Og við sjáum, höfum alveg séð í gegnum þjónusta mörg stofu fyrirtæki og þegar stórir sjónvarpsviðburðir eiga sér stað eins og þegar Ísland var á stórmóti í fótbolta eða hverju ári þegar Eurovision eða þegar stórir sjónvarpsviðburðir eins og ófærið eða eitthvað slíkt í gangi eða tala ekki áramótaskaupið. Þegar þetta tekið upp ára og Ólympíuleikarnir í gangi til dæmis. Akkurat sko. Og þá sjáum við spæk í traffík inn á heimasíður fyrirtækja. Já. Þannig að við sjáum bara alveg í beinni að þetta að virka, að þessi birting að hitta í mark sko. Og þess vegna mjög mikilvægt eins og þú sagðir að það sé þá bakendinn hjá fyrirtækinu sé í stakk búinn að taka við þá traffík eða fyrirspurnum eða því þeim viðbröðum sem að auglýsingin vekur að það sé, þeir grípi ekki tómt. Já. Og kannski gera þá einhverja áætlun einmitt, vita markupinn og þetta og gera áætlun hvað ætlar að gera í kjölfarið frekar en að kaupa auglýsingu bara þegar einhver hringir og ætlar að selja auglýsingu. Já, það er ekki góður business. Nei. Og það er ekki gott að láta tilboð eða auglýsinga sölufólk miðla stýra þínu markastarfi. Nei, akkurat. Þess vegna við leggjum bara niður plan og drög að árinu kannski með fyrirtækjunum. Svona ætlum við að birta yfir árið, það er ákveðnir svona áherslupunktar og annað og við höldum okkur við það. Ef það koma einn góð tilboð og annað og þá sjálfsögðu skoðum við það hjá birtingahúsinu og ef við teljum að þetta sé rétt fyrir fyrirtæki hverju sinni, þá heyrum við í fyrirtækinu, ég segja að við erum að fá gott tilboð þetta blað, þetta svona harmonera vel við það sem við erum að gera, ég myndi setja auglýsingu þarna inn eða í einhvern viðburð eða eitthvað slíkt ef við eigum efni sko. Þannig að það er eitthvað sem það eru fjölmörg sýndöl sem við erum að fá og það er okkar að skrýna það út, hafna því sem við teljum ekki vera gott og taka því sem við höldum að muni benefita fyrirtækinu. Þetta er eitthvað sem á við lítil fyrirtæki geta hugsað sem dekkjaverkstæði, þá vitum við nagladekk af og á, vor og haust og svo framvegis. Þetta eru svona, við vitum hvaða tímabil eru, við vitum hvað núna er yfir með veitingastað, allar að ná í Íslendinga, útlendinga og allt þetta. Þú veist svona hvaða tímabil það eru sem að þú vilt fyrir jól og þetta. Þannig að þú getur alveg gert áætlun þó þú sért ekki með markaðsdeild og birtingahús og auglýsingastofu. Þú getur bara gert einhverja svona smá áætlun í einhverju litlu Excel-skjali. Engin spurning sko. Sjónvarp er sem sagt möguleiki. Dagblöðum, við minntist aðeins áðan og það er alveg klárt að það er eitthvað sem að fólk er að lesa þann dag í dag. En dagblöð nú kannski er ekki rétt orðið hjá mér yfir þetta en dagblöð og önnur svona, hvað við segja, bæjarblöð, þau eru nefnilega dálítið oft víðir lesin í sínum sveitarfélögum. Engin spurning sko. Og geta verið góðir miðlar, eða ekki? Mjög góðir sko, bara engin spurning. Þessir dagskrárblöð víðs vegar á land eru bara mjög vel lesin og henta bara mjög vel til að koma skilaboðum á framfæri á þessum stöðum sko. Og svo eins og vantarlega farið yfir þegar varandi samfélagsmiðla og annað, það er hægt að targetera póstnúmer og svæði vel þar sko. En og þetta er líka ákveðin svona samfélagslega ábyrgð eða svona, þú veist, að vera svona að ýta undir að viðskipti á svæðinu, að það sé vera að halda úti þessum lokal blöðum sko. Þannig að það er ekki, þetta er bara mjög góðu miðlar sem slíkir sko. Varandi hefðbundnu dagblöðin eins og Fréttablaðið og Moggan það núna sem eru í gangi, að þó að
þó að lesturinn hafi fallið núna síðustu ár sko, að þá er þetta enga á sig mjög góður auglýsingamiðill og sérstaklega í svona tilboðsmiðill. Já. Og það er svona mýta að það þurfi alltaf að vera í heilsíðum sko. Þú þarft ekkert alltaf að auglýsa í heilsíðum. Clever, svona lítill kubbur eða eitthvað slíkt á vinstri fréttasíðum getur bara verið mjög hagkvæm og góð kaup sko. Já, ef að skilaboðin eru góð. Akkurat. Já. Og tilboðið, eða hvað sem það varan sem verið að auglýsa er líka góð. Það er náttúrulega eitt að leiða hestinn á læknum og annað að láta hann drekka og svo er þetta líka spurning við í hverju þetta er að ná. Sjónvarp til dæmis, bara segjum að auglýsingamiðill höfðar sérstaklega línuleg dagskrá sem er vel mæld hérna á Íslandi, hún hentar mjög vel til að ná í 40+ aðila. Dagblöðin líka. En svo kannski ef þú ættir að reyna að ná í yngra fólk þá reynir þú að channela birtingunum þínum á einhvern veginn öðruvísi eða balansera þetta meira eða eitthvað slíkt sko. En þetta er líka, er það ekki kannski mistök sem að margir hafa gert að segja annarkvort eða. Það passa svolítið mikið saman. Það er bara mismunandi miðlar, henta mismunandi vel saman og þú veist, ef það er einhver tilboðs eða lagarsala eða eitthvað slíkt þá er auglýsing í blaði og svo góð keisla í útvarpi og netinu bara, og þetta þarf ekkert að kosta hvítunum augunum sko. Nei, útvarpi einmitt. Hvað maður nú stundum heyrt að Íslendingar auglýsi meiri útvarpi heldur en aðrir og Já, það er ástæða fyrir því, ég meina þetta er bara góður miðill á Íslandi og við höfum fengið erlenda aðila koma hingað og biðja okkur að búa til birtingaplön og annað og erum mjög hissa á því að við viljum nota útvarp og ætlum að ráðstafa þetta stórum hluta budgetið í útvarp. Útvarp er svona 15-17% af innlenda markaðnum sem er töluvert mikið en það er alveg ástæða fyrir því og það er mikið hlustað útvarp á Íslandi ennþá og þetta eru hagkvæm kaup. Auglýsingagerðin er ekkit sérstaklega dýr, útvarpsstöðvarnar bjóða oft upp á það sjálfar að láta framleiða fyrir sig fyrir þig og svo getur þú birt þetta. Þú getur valið ef þú ert sniðugur eins og við höfum alveg séð að það er jöfn og góð hlustun yfir daginn. Tímarnir eru misdýrir en þú getur verið sniðugur og keypt í ódýrari tímum og fengið þá fleiri birtingar án þess að koma niður á áritinu eða gæðum birtingarna. Já. Þannig að fyrir minn litla og svona meðal fyrirtæki er útvarp bara mjög góður og hagkvæmur auglýsingakostur á Íslandi. Já. Velur þegar þú kaupir þar hvenær á hvaða tíma dags þú birtast? Og verðskráin miðast út frá því hjá miðlunum. Þú veit kannski ekki að kjörbúðin er ekki auglýsa klukkan 9 á kvöldin heldur klukkan 5. Akkurat. Og þar getur við stíla líka inn á þessi retail geiri eins og þessar matvöruverslanir og kannski byggingarvöruverslanir og annað, þeir kannski að stíla svolítið inn á tíma milli 5 og hálf 6 því að þá er fólk á leiðinni heim úr vinnunni og þá er kemur auglýsing, alveg rétt, nú manni að ég þarf að átt eftir að versla þetta eða hitt sko. Ég þá kannski sem smiður með 2-3 starfsmenn eitthvað að kaupa og teka með pallasmið að kaupa auglýsingu á svipum tíma og stóru byggingarvöruverslanir eru að gera? Það er ekkert vitlaust sko, bara alls ekki. Ég meina þeir eru ofta að auglýsa pallaefni og fleira og svo líka er þetta að vera sniður eins og þú veist það er náttúrulega núna með netbirtingum og þú getur hengt þar við veður þú getur verið að auglýsa ákveðnar vörur eða þjónustu sem tengjast veðri eða gott veður og þá birtast þessar auglýsingar þar sem að það er pallur eða eitthvað slíkt og svo að það er leiðilt veður og þá eru regnföt eða eitthvað og þetta er alveg hægt að vera sniður gagnvart útvarpi líka og láta framleiða fyrir 2, 3 og 4 auglýsingar og svo er þetta birta þær bara eftir hvernig viðrar sko. Já, það er sniðugt. En útimiðlar, skilti og strætóskýli, hvernig bara í fyrsta lagi? Bara fyrir einhvern sem ef mig langar að auglýsa og sitja mig á skilti eitthvað, maður veit ekki hvað maður gerir í stöðinni, hvernig? Nei, það er ekkert margir aðilar sem eru með þennan geira af auglýsinga kökunni. Það eru og það er aðalega eitt stórt fyrirtæki sem er búið að núna
expanda mjög mikið, það er búið að bæta við mjög mikið af skjám eins og í Reykjavík, eins og sést sko, svona digital skjám. Þetta var ekkert kannski sérlega hagkvæmur kostur sérstaklega fyrir minni fyrirtæki á sínum tíma. Það af því að þetta voru flettiskilti. Þá borgaði sér í rauninni ekki að setja neitt upp fyrir í að minnsta kosti 3 mánuði. Bara til þess að uppsetningarkostnaðurinn væri ekki svo ofboðslega stór hluti af birtingunum. Í dag þetta orðið miklu auðveldara því að nú þetta bara sendar, þetta í rauninni bara birt eins og netbirtingar. Þú sendir bara borða eða skriftu eða hvað sem þú notar til að birta, sendir það bara á þessa aðila og þeir birta bara eins og net. Já, akkurat. Og þetta að aukast gríðarlega og það svona sko erlendis. Þessi kimi af íslenska markaðnum hefur alltaf verið miklu minna en erlendis og það almenningssamgöngurnar sem að svona gera það verkum að þetta svona lítið hérna á Íslandi. Þú veist, þessi tjúb eða neðajaralestir og fleira, það gríðarlega stór hluti af kökunni úti. Hérna bara nánast einn í bíl bara á leiðinni í vinnu eða skóla og en þetta að aukast. Og vera að horfa á veginn og að hlusta útvarpið. Akkurat. Útskýri það kannski í leiðin. Já, en þetta svona með þessari stafrænu vegferð sem að þessi skilti komin á, þá þetta að verða einhver option að mínum mati fyrir minni fyrirtækin. Já. Þau geti bara og kynnt sér það hvað og þetta aftur ef að þetta á við þinn markkóp og þitt svæði og allt það, þá getur þetta verið partur af mixinu. Og það líka hægt að nota til að í rauninni kannski stækka búðina eða eitthvað slíkt, að segja plasera svona nálagt þínu svæði, af því að þetta orðið svolítið dreift sko. Þú ræður alveg á hvaða skilti þú setur þig eða hvernig þú vilt hafa það sko. Akkurat. Það sniðugt. Síðast en alls ekki síst, íslenskir vefmiðlar. Þeir nú dálítið margir og kannski 2 sem svona svolítið ríkjandi á Íslandi en aftur, ef að þú ert með það á hreinu, hver eru þínir markkópar og svo framvegis, þá ef þú kannski bara rúllar aðeins yfir okkur, nefna okkur dæmi íslenska vefmiðla sem að... Já sko, þessi turnar 2 sem þú nefna eru náttúrulega MBL og Vísir. Og það gríðarlegur fjöldi fólk sem fer hann inn og tölunar þannig að það eins og búi 700–800.000 manns á Íslandi með traffíkinn hann inni en það skýrir sig náttúrulega á því að ég fer inn á Vísi MBL af bortölunum minni í vinnunni, úr símanum mínum, spjaldtölvunni heima og mögulega líka fartölunni heima. Þannig að það þó að það séu 600–700.000 notendur að þessu, þá náttúrulega erum við ekki nema 380.000 eða hvað við erum hérna. En þessir miðlar skapa gríðarlega traffík og það sem við sjáum líka að þetta mikið til sama fólki sem inn á báðum miðlunum. Þannig að mögulega algjör óþarfi að vera í sömu vikunni inn á báðum þessum miðlum sko. Og svo eru bara aðrir miðlar sem eru bara gríðarlega sterkir líka. Ég meina bara eins og dvf.is eða fyrir ákveðna kreðsur fótbolti.net og bland. Það er fullt af miðlum og það eru líka gríðarlega mikil traffík inn á þessa miðla. Það eru allir með síma og fólk með sér netrúmt. Þannig að það alveg hægt að vera svolítið sniðugur og nota kannski þessa minni miðla fyrir hagkvæmari upphæðir en engu að síður ná í bróðurpartinn af netnotendum á Íslandi. Okay. Þannig að þó þú getur eins og MBL, þú getur náttúrulega keyptir inn á undir sér, náttúrulega eðlilega dýrast að vera á forsíðunni, svo getur þú keyptir inn á Smartland eða bara inn á íþróttir eða eitthvað slíkt og það ódýrara en það svona mix af þessum miðlum myndi ég halda, ég veit að það best að dreifa eggjunum, ekki bara hengja sig á
bara Vísi eða bara á MBL. Og aftur vita fyrir hverja þú ert að auglýsa. Akkurat, sko. Og það sem líka núna með þessa íslensku miðla eða bara netbirtingar yfir höfuð það mjög auðvelt að átta sig á því hvað að virka og hvað ekki. Við eins og bara hjá birtingahúsinu og flest birtingahús bara á Íslandi að vinna með ákveðið forrit til að sýna bara svart á hvítu fram á árangurinn og þannig kaupum við bara inn á miðlum ef að eitthvað fyrirtæki auglýsir inn á segjum einhverjum 5 vefmiðlum, svo skoðum við það eftir viku og einn af þeim klárlega bara ekki, markhópurinn greinilega ekki þarna, þá kippum við honum bara út og erum ekkert að auglýsa þar af því að það auglýslega ekkert að gera neitt fyrir fyrirtækið. Nei, akkurat. Eða vöruna. Þannig að minni fyrirtæki geti jafnvel bara einmitt eins og þú talaðir áðan fylgst með umferð á vefinn sinn eða talið símtöl eða e-mail tölvupósta eftir til þess að hafa eitthvað svona til að miða við en þau fá einhverju upplýsingar ekki þá frá miðlanum. Jú, það alveg hægt líka. En við mælum náttúrulega bara að það sé ykkur óháður aðili sem að gefi þér report eða þú skoðir bara vel Google Analytics og hvaðan trafikkin að koma og annað sko. Þannig að þú ert ekki bara að lepja upp í blindin það sem að kemur frá miðlunum af því að eðlilega þá reynir hann að skreita sig með túlka kannski aðeins öðru sen einhver annar. Akkurat sko. Á þess að segja ekkert ósatt eða neitt slíkt. Nei, bara önnum túlkun. En hvað ef að ég hvað segir við, hvar eiginlega byrja ég? Ég byrja á markhópnum eins og talar og eitthvað annar sem að stýrir því hvað ég á ætla að fjárfesta í markaðsefninu mínu eða markaðsmálunum mínum og hver minn markhópur? Eitthvað annað sem stýrir hvaða miðla ég vel? Já, það náttúrulega svolítið budgetlega séð, það þarf að haga birtingunum eða sníða stakk eftir vexti og passa bara að keyra náttúrulega ekki fram á sér, en líka að eins og við tölum áðan, vita hvenær eru áherslutímabil sem þú átt að fara í. Akkurat. Hvenær átt að birta, hvenær fólk á markaði. Það rosa misjafnt, ég meina eins og við talaðum dekkjaversta áðan að það þarna kannski 2 season og þetta svolítið að stílinn á það en svo þetta í serious businessnum að þá átt að reyna að vera með birtingar sem flestar vikur ársins af því að það alltaf ykkur heimili sem að vantar serious og þannig að reyna að ná í allavega ykkur hluta markhópsins í hverju viku. Eins lengi og eins mikið og budget leyfir. Já. Nú höfum við séð síðustu ár sérstaklega fjölmörg námskeið sem vel sem boðið upp á í sambandi við leitarvélar og samfélagsmiðla en maður ekki mikið séð að námskeiðum boðið að svona hvað við segja að velja sér þessa miðla og eitthvað sem þú veist eða getur bent á sem að fólk getur fengið upplýsingar? Það sko að því að við erum ráðgjafarfyrirtæki og það ekkert mál að kaupa bara ráðgjafa tíma. Koma bara inn, setjast niður, fara yfir málin, bara eins og að fara inn á lögfræðiskrifstofu eða eitthvað slíkt, skilur við. Bara við komum bara inn, við ræðum málin, setjum kannski svo niður plan og svo ekkert mál fyrir viðkomandi að vinna bara eftir því plani. Þannig að þá ertu kannski bara búin að fá sérfræðinga til að leggja línunar, skoða þetta allt út frá vöru og áherslutímabilum og budgeti og fleiri. Leggja línur hvernig við sjáum fyrir okkur að þú myndir birta og svo þá getur viðkomandi aðili verið í sambandi við miðlana. Já, sjálfur. Já, það ekkert fyrir. Kaupa sérfræði þekkingu kannski einu svona árið eða eitthvað og leggja upp einhverja línur. Akkurat. Og þá ertu strax farin að verja peningunum betur. Ekki bara skjóta út í lofti eða fylgja einhverjum tilboðum frá auglýsingasölumönnum. Allt í einu eru myndir eftir í ég ætla að auglýsa og eitthvað svona. Það eru búin að búa til einhver áætlun að Black Friday kemur alltaf á svipum tíma og svo framvegis. Já, það einkennilegt að það virðist stundum koma aftan að fólki að það séu jól einu svona ári og svona. Þannig að leið og þetta svona svolítið lagt niður og þá kemur svona líka svolítið confidence,
annars svona, og ef þú búið að leggja inn í línunar og þú ert ánægð með það, ekki þetta svona óöryggi og þá svona finnst þér ekki alltaf vera að missa af því ef það verið að senda á því tilboð eða eitthvað slíkt, sko, heldur bara, heyrðu, við erum með plan, við ætlum að stick to it. Já, ég ekkert að missa neinu, þetta er bara, þetta er mein þá getur viðkomandi bara að fara að einbeita sér að öðrum hlutum, sko. Af því að oft í svona minni fyrirtækjum sami aðilinn sem að vasast í mjög mörgu. Akkurat. Og það var bara fínt að taka pressuna af markashlutanum, setja bara niður línur, fylgja henni og þá var þetta að fara einbeita sér að því bara akkurat pantanir eða eitthvað slíkt, sko. Já, bara algjörlega frábær punktur. Ívar Gesson, þetta er búið að vera mjög fræðandi og ég vil bara fá að þakka bara kærlega fyrir, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig.